Jæja Þór, komið með liðið til La Manga á Spáni. Hvernig hafa dagarnir verið hjá okkur? Frábærir, gengið vel á æfingum, hugurinn góður hjá leikmannum, hugarfarið mjög gott, einbeiting á æfingum og í þeim verkefnum sem við höfum verið. Við höfum fundað mikið og æft vel við góðar aðstæður, þannig að við erum nokkuð brattir með hvernig hefur gengið hingað til. Það er svona svolítið vindur og rigning í augnablikinu, aðstæðurnar búin að vera góðar. Já, frábærar, við höfum verið mjög heppin með veður og vellirnir frábærir, þannig að það er ekki hægt að kvarta neitt undan því. Fengur svo smá rigningu í dag og það er bara flott. Og hvernig líst þið nú svona á hópinn? Þetta er nú fyrsta skipti sem þú ert með svona þennan hóp og hvernig svona finnst þér staðan á leikmönnum vera og hvernig líst þér á hópinn? Já, mér líst mjög vel á það. Það hefur verið mjög góður andi og stemningin verið góð í hópnum og eins og ég sagði áðan, það hefur verið virkilega góð einbeiting og leikmenn hafa tekið vel í það sem við höfum verið að gera hérna úti. Auðvitað er það þannig að maður vill sigra heiminum í fyrsta verkefni en við vorum meðvitaðir það áður en við komum hérna út að við gætum ekki gert allt sem hugurinn girnist í fyrsta verkefni en ég hef virkilega verið ánægður með flæðið og það sem leikmenn hafa sett í þessa ferð, mjög ánægður. Og sæmilegt ástand á leikmönnum, svona líkamlegt og ekki allar búin að vera að æfa kannski fullkomlega, svona í nokkuð góðu standi? Já, það eru fæstar í tímabili akkurat núna en flestar að byrja sitt undirbúinstímabil af krafti og þannig að ég er bara nokkuð ánægður með standið á liðinu eins og það er núna og það eru tvær sem eru að eiga við svona smávægileg meiðsli og eru spurningamerki fyrir leikinn á morgun en annars er bara virkilega gott standið á leikmönnum liðsins. Leikurinn á morgun, hvernig svona hefur undirbúningurinn verið? Þeir eru búin að stúdera leikskotana síðustu daga og vikur og hvernig líst ykkur á þennan leik? Já, það er rétt hjá þér. Við höfum verið að skoða leiki í skotana frá því í fyrra og í undankeppni HM og svo náttúrulega sáum við að spila hérna úti á móti Norðmönnum. Við gerum ráð fyrir kannski sterkari sóknarlínu heldur en var í þeim leik. Þannig að ég held að skotarnir séu bara verðugir andstæðingar og okkur hlakkar mikið til að spila leikinn. Við höfum undirbúið okkur vel fyrir og heldum fund skotaliðið í gær og ég tel okkur bara nokkuð vel undirbúna fyrir þann leik og þetta er megin áherslur á okkar lið og það sem við erum að fara að gera og þetta fyrsti leikur undir okkar stjórn þannig að fókusin er kannski meiri á okkar lið núna heldur en fyrir aðra leiki seinna en já, við höfum skoðað skotana mjög vel og vitum nokkurn veginn út á hvað þeirra leikur út á hvað hann byggist en það er kannski svolítið erfitt að rýna í nákvæmlega hverjir spila fyrir skotan á morgun. Þeir eru að spila 2 leiki í þessu verkefni og maður veit ekki hvernig þeir rótira hjá sér og svo sýndist okkur 1 eða 2 leikmenn vera meiddir líka glíma við einhver meiðsl, það er spurning hvort þeir taki einhvern séns á því á morgun og svona þannig að út af því er kannski erfitt að rýna í nákvæmlega hvernig þeir stilla upp á morgun en við vitum út af hvað leikur þeirra gengur og við gerum ráð fyrir að það haldist á morgun hverjir svo sem spila leikinn þannig að þetta verður bara spennandi leikur. Hvernig svona leggur þennan leik upp? Ertu að fara í reynsluna eða ertu að stilla upp einhverjum nýjum hlutum og fara að skoða eitthvað nýtt svona frá því sem að liðið hefur verið að spila áður? Já, það er auðvitað allt nýtt. Þetta er okkar fyrsta verkefni og okkar fyrsti leikur og þannig að það er margt nýtt í þessu en fyrst og fremst þá förum við í þann leik til þess að vinna hann. Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að byrjum þetta landsliðsár af krafti og sigur er okkur mikilvægur en auðvitað eru aðrir hlutir sem maður er að skoða líka og þannig að sem við höfum lagt áherslu á og erum auðvitað bara að þróa okkar leik og byrja okkar samstarf þannig að það er að mörgu að hyggja fyrir morgundaginn og fyrir leikinn á morgun og þannig að það er margt nýtt í þessu en við vonumst eftir sigur á morgun. Það er bara alveg skýr markmið, sigur og ekkert annað. Já, það er alltaf mikilvægt að vinna fótboltaleiki og það gefur helling fyrir framhaldið þannig að við